Annars stórt tap fyrir dögum. Þetta verður ekkert hvað að gera sig. Ég veit hvað maður getur sagt. Við byrjum að mjög vel og ráðumst á körfuna og vinnum á því en það minnkaði einhvern veginn þegar eftir var og síðan byrjaði þeir að spila bara betri leik og héldu okkur niðri og síðan bara hægt og rólega bara unnu þeir á stærð og hæfileikum. Virtist alveg vera leikur í fyrri hálfleik. Þið litu ekki út að vera mikið verra liðið en svolítið flatt út í seinni hálfleik. Já, það er búið að vera einhvern veginn vesinn okkar núna að við mætum ekki alveg rétt í þriðjuleikluta eftir þennan hálfleik og ég veit ekki hvort að maður bara eiginlega veit ekki ennþá, maður er eftir að skoða leikinn og velta sér fyrir sér en aðalmálið er bara hvað maður er hamingjusamur að sjá svona marga Íslendinga í stúkunni, þetta er bara fáránlegt, bara algjör draumur. Já, hvað takkið þið ákveðt? Ég veit ekki, baráttan í byrjun, það er svona helsta sem ég myndi benda á. Við hittum betur í dag sem er náttúrulega betra enn með síðasta leik en á saman tíð þá þurfum við að vera duglegir að ráðast á körfuna og vinna á þessu. Síðan bara hinna þessi svona klaufamistök sem við þurfum að laga og vinna með. Slóvenía, Frakkland, Finnland eftir. Hver eru möguleikar liðsins á að komast til Tyrklands? Við höldum bara áfram á fullri ferð og einn leik í einu og það er bara að reyna að ná í næsta og vona það besta. Takk.